kvöldið, framundan leikur IA og IR í lengjudeild kvenna. Þetta er 27. leikur þessara liða í kvennaflokki, í meistaraflokki kvenna og hinga til í sögunni hafa Skagakonur mun betur og hafa sigrað 19 sinnum, tvisvar sinnum hefur orðið jafntefli og tvisvar sinnum hefur orðið jafntefli og IR hefur unnið, hvað á ég að segja ykkur? Fjórum sinnum en lengjudeildin hefur farið skemmtilega á stað í kvennaboltanum. Skagaliðið situr í 5. sæti núna með 2 sigra og 2 töp. Gerði sér lítið fyrir og fór á Selfoss í síðustu umferð og sigruðu þar 2-1 eftir að hafa tapað hérna síðasta heimaleik gegn Fram 2-0. IR situr í 9. og næstneðsta sæti fyrir ofan IBVF með 1 sigur einmitt gegn IBVF og 3 töp og í síðustu umferð tapaði IR fyrir Gróttu á heimavelli 2-0. En við kannski rennum yfir liðin hjá Skagaliðinu. Skagakonum liðið þannig skipa Kílil Kesvar í markinu númer 12. Númer 2 Madison Brooks Schwarzenberger, númer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 10 fyrirliðin Bryndís Rún Þórólfsdóttir, númer 11 Júlíana Marí Paletti, númer 14 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, númer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og númer 27 Elvíra Agla Gunnarsdóttir. IR-liðið þannig skipað í markinu númer 12 Margrét Ósk Borgþórsdóttir, fyrirliðin Sandra Dögg Bjarnadóttir númer 2, númer 3 Linda Eschen, númer 7 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir, númer 9 Lovísa Guðrún Einarsdóttir, númer 10 Berta Sóley Sigtryggsdóttir, númer 11 Michelle Elisabeth O'Driscoll, númer 15 Susanna Sofía Palma Roja, númer 18 Erin Amy Longsten, númer 19 Anja Isis Brown og númer 23 Isabella Eiríksdóttir Hjaltesteð. Á varamannabekk IA eru varamarkmaðurinn Salka Hrafns Elvarsdóttir númer 1 og séðan aðrir varamenn eru Kolfinna Eir Jónsdóttir, Lilja Björg Gunnarsdóttir, Bríet Sunna Gunnarsdóttir 2008 mótilið einn þar í viðbót, Telma Björg Rafnkelsdóttir, Mattea Kristín Watt og Vala María Sturludóttir á varamannabekknum í dag. Á bekknum hjá IR Mía Angelique Ramírez, Sigrún Mey Sigurjónsdóttir, Sara Rós Sveinsdóttir, Sigrún Pálsdóttir, Freyja Ósk Axelsdóttir, Dagný Rut Ilmstad og Monika Piesli Kæte og þjálfarar eru hjá Skagamönnum að sjálfsögðu Skarphéðinn Magnússon og Þorleifur Óskarsson hjá Íringum. Dómari í dag Tómas Wolfgang Mayer og honum til aðstoðar Sigurbaldur P. Frímannsson sem að glöggir áhorfendur munu sjá ef við sjáum hann í mynd. Kannast kannski betur við hann sem körfuboltadómari hérna á leikjum IA sem við höfum verið að sýna undanfarna vetur á IA TV og Finnbogi Karl Andrésson einnig til aðstoðar. Það eru 2 leikir í deildinni í kvöld sem að hefist báðir núna klukkan 19:15. IA hérna tekur á móti IR og síðan Grótta að taka á móti Grindavík og þetta komið á stað og Skagaliðið byrjar með boltan. Með uppstilling. Kemur boltinn til Erna Björt sem markaskorari Skagaliðsins hérna í febrúar þegar liðin mættust. Síðast mættust þessi lið í annarri deildinni í fyrra þar sem að IR vann sinn heimaleik 3-1 en Skaginn vann heimaleikinn hér 2-1 og Páletti hérna með fína pressu. Enginn Aron Ýmir sem að margir heima í stofu eru hundsvektir með það og ég skil það vel. Aron löglega afsakaður í dag en verður væntanlega með okkur hérna næsta heimaleik kvennaliðsins. Það var það Dagbjört
kemur boltinn inn á teiginn, Skagaliða. Mattisson út til hægri, Páletti ekki rangstað, kemur boltan fyrir markið, að ná skalla frá og hann hrekkur til Sigríðar. Kaja sem að skoraði 2 mörk á Selfossi, bæði mörk Skagaliðsins, fór hérna í pressuna. Þannig að sjá Dagbjört Líf koma í byrjunarliði eftir að koma upp eftir erfið meiðsli. Sendi hann í gegnum Margrét Ósk. Hann sem var boltan. Íringar að spila út. Þessum tilbaka. Fín pressa á Selmu, Dögg. Að vanda í vinstri bakvarðarstöðunni. Elvíra Agla heldur sinni stöðu. Hérna hægri bakvarð er búin að vera virkilega sterk þar. Það er að slá eign sinni á þessu stöðu. Þessi bolti út af og innkast sem að Skagaliðið á. Bryndís til vinstri á Kaju. Kæja á Selmu, Selma lyftur honum hérna fram á við, það er ná að skalla þetta frá. En fín pressa hjá Dagbjörtu og boltinn hrekkur til Sunnu. Anna Þóra út á Selmu. Dagbjört síðan með fína tilraun en Kæja nær ekki að halda þessum inn á. Reyna Íringar að sækja. Sandra færi sig hérna yfir til vinstri. Brokka út á Driscoll, kemur með sendingunni inn á miðjuna. Sunna Rún vinnur boltan fyrir Ía. Erna Björt síðan hirðir hann upp. Erna Björt út á Kæju. Kæja kemur aftur inn á sér Páletti í hlaupinu. Þessi sending aðeins og innanlega. Og Margrét ekki vandræði með að handsama boltan. Lungspyrna fram beint á kollin á Bryndísi. Central fram ekki þennan fram, Elvíra. Brokka á Össjún. Fín pressa. Driscoll missir boltan hérna til Elvíru. Frábær tækling á Össjún hérna. Össjún fær hann aftur út á Driscoll. Sunna pressar stíft á Ísabellu hérna. Boltinn sendingin út í hornið og þessi út af. Skaginn vantanlega sem á þetta innkast. Mattisson með boltan í Elvíra missir hennan út af. Mattisson að spila í miðri vörninni núna. Og svo hún hefur gert svona til jafns við það að vera að spila inn á miðinni. Kast, Bryndís munur hann fyrir Ía. Hans er eftir síðan fram. Brokka reynir að leggja hann tilbaka, fær hann til sín aftur. Sandra. Kemur löng sending frá Lovísu, beint á kollin á Önnu. Björk tilbaka á Bryndísi. Bryndís síðan reynir að losa hann hérna fram í hornið á Júlíönu. Brokka las þetta vel, Össjún kemst ekki áleiðis.
Slögg sending síðan aðna frá Önju Ísis og út af. Kokka tilbaka á Önju. Pressa hjá Elvíru. Það sé óhætt að segja að maður býst við jöfnum leik hér í kvöld. Þetta eru mjög svipuð lið, það hafa verið að fylgjast svolítið að undanfarin ár. Og fyrsta hornspyrnan. Hann breyst á hérna Sunna Rún. Tekur hana. Setur hann inn á fjær, beint á kollinn á Ernu Björt og boltinn laus í teignum og hvað að gerast? Aukaspyrna dæmd. Því miður erum við ekki með endursýningar í dag, en það stendur til bóta í framtíðinni, aftur í nánustu framtíð, en dauðafæri Erna Björt Elíasdóttir við það að koma skagaliðin yfir hérna grunsamlega opinn hérna í þessu skallafæri, verður að segjast. Þetta tilbaka á Kæju. Kæja missir hann aðeins frá sér. Aukaspyrna síðan dæmt hér á Erlu Karítas Jóhannesdóttur. Sókn hér hjá IR. Vörninn heldur þetta vel, Selma Dögg hreinsar þetta fram beint á Ernu Björt. Sko, ég veit ekki hvort að þetta eru sendingarnar úr vörninni eða einfallega bara gríðarleg hæfni Ernu Bjartar í að staðsetja sig og lesa sendingarnar sem að koma og þessar hreinsanir. Það er, minnst þetta grunnsaloft sem að vörnin virðist vera bara að hreinsa frá. Að Erna Björt bara mætt og tekur hann á kassan eða tekur hann niður eða skallar hann áfram. Þetta svona kannski sem að, eitthvað sem að, já, eflaust þjálfararnir taka eftir. Og ekkert endilega sjálfgefið. Selma sendir fram, Lovísa setur þennan fræðir hann skemmtilega. Selma tilbaka á Mattisson. Mattisson reynir að finna Júlíönu, gengur ekki. Slögg sending frá Rokka beint á Bryndísi. Dagbjört út á Júlíönu. Tilbaka á Elvíru. Elvíra með hann inn á teig í fyrsta. Yfir á fjarsvæði. Erna Björt í baráttunni. Boltinn dettur í teignum. Og þetta er ennþá opið og hornspyrna. Erna Karítas vinnur hornspyrnu fyrir IA. En er það Erna Björt eða Ebba sem er í færinu. Fín sókn. Búið að vera líflegt hérna heimaliðið þessar fyrstu 10 mínútur og fylgja eftir frábærum sigri á Selfossi. Kemur hornspyrnan, hún er óvinnalega og siglir aftur fyrir. En þessi lengjudeildin er að fara gríðarlega jöfn af stað. Framliðið situr í toppsætinu eftir 4 umferðir með 8 stig eins og Grótta en betri markatölu. Síðan koma Afturelding og Fjarðabyggð Höttur Leiknir með 7 stig. Hérna er Erna Björt að sleppa inn. Margrét kemur út á markinu. IA síðan með 6, HK og Selfoss með 5, Grindavík 4, IR 3. Það munar 5 stigum á efsta og næstneðsta liðinu og búið að vera, já þetta eins og segi, þetta er engin leið að spá fyrir hvernig þetta sem mun þróast.
Og það bara skemmtilegt. Gott sjónvarp, segi ég. Júlíana í baráttunni, Esjón nær að vinna boltann og vinna aukaspyrnu í leiðinni. Ýringum gengur lítið að komast hérna fram gegn Skagaliðinu. Reyna að finna framherjana, gengur ekki, vel lesið þarna hjá Önju og Esjón til vinstri. O'Driscoll, hún tilbaka á Rokka og hún vinnur innkast. O'Driscoll snögg að taka þetta. Fær hann aftur. Rokka skiptir yfir. Lovisa fram á miðjuna. Hagnaðarreglunni beitt hérna. Sandra. Esjón undir mikilli pressu, rekinn tilbaka. Kemur sendingin yfir til vinstri, beint á Elvíru. Hennar sending beint á Esjón. Esjón fyrirgefið. Þetta vel gert, Sigríður Dröfn að komast inn á teiginn, leggur hann fyrir, Anna vel staðsett og hreinsar þetta frá. Sandra með frákastið. Ég er hann á að þrýsta Skagaliðinu, vel niður hérna. Anja undir pressu frá Ernu Björn sem að verður til þess að Júlíana nær boltanum. Engin aukaspyrna. Bryndís losar hann upp í hornið og langt fyrir Sunnu, þannig að hún hættir við þetta. Júlíana í mikilli baráttu við Esjón hérna. Esjón hefur betur að Esjoni. Linda Esjón þessi, búin að vera að spila á Íslandi, já, allt til ársins 2015. Hefur spilað alls 102 leiki á Íslandi og skoraði í þeim 19 mörk, lengst af með Grindavík. Það er gert hjá Dagbjörtu. Júlíana nær þessum bolta. Gríðarleg barátta í henni. Vinslan aðdáunarverð. Fær hann hérna aftur. Þetta er hinsað frá Rokka. Elvíra að hingasti. Bryndís tekur hlaupið, fær hann á kollinn, skallar hann inn á teiginn en aftur fyrir 15 mínútur liðnar hér og staðan ennþá 0-0. Skagaliðið verður nærið að skora, ekki kannski fengið alveg hrein marktækifæri ennþá. En verður mjög nálægt í rauninni að opna ÍR-liðið. Það verður að vinna boltan ofalega vellinum sem er mjög jákvætt. Júlíana með frábæra móttöku og Júlíana Páletti leggur hann í markið. Upp og nánast engu. Erla Caritas með geggjaða sendingu og Júlíana Páletti tekur hann bara á kassan inn í svæðið og bara sendir hann í markið fram hjá Margréti sem á ekki möguleika. Geggjað mark. Og Skagaliðið komið yfir hér. Já, þetta var bara það sem að Skagaliðið átti skilið, finnst mér, með þessa líflegu byrjun. Júlíana Marí Páletti. Þá
Þetta íringar að reyna að svara þessu bara strax. Esjún sendinguna inn fyrir á Bertu Sóley en hún aðeins svo löng. Og ja, Kílín Kesvar sennilega bara snerta boltan í fyrsta skipti leiknum mögulega. Þá bara losar hún sig við hann bara við snarasta. Það er að spila hérna hjá Íringum. Sendingin inn á teiginn. Berta Sóley í baráttunni og Driscoll einnig en vörnin sér við henni. Júlíana tilbaka á Elvíru. Elvíra langar hérna fram og hver er þar? Erna Björk. Júlíana reynir að sendingun í gegn. Gengur ekki, Sunna Rún tekur frákastið og sendingin aðeins þarna. Það er smá misskilningur í gangi. Milli hennar og Dagbjartar. Takið þér eftir þessum staðsetningum hjá Ernu Björk Elíasdóttur. Þetta er svona að læðast aftan að mér svona, ég er búinn að sjá ansi marga leiki með henni. Þetta er svona að renna upp fyrir mér bara eiginlega núna. Og já, er alveg þess virði fyrir einhvern sem hefur bara nákvæmlega ekkert að gera og brennandi áhuga á IA að horfa bara á katalóginn á IA TV. Nota sumarfríið kannski í að hámhorfa á IA TV allar okkar útsendingar hinga til. Það er hægt að finna á YouTube rásin okkar eða einfallega á iatv.is. Þar eru mörg gullkorn. Mattisson vinnur boltan og kemur hann hérna út á Júlíönu. Elvíra kemur utan á hana. Elvíra síðan á Sunnu Rún. Þrýðingaspil, skemmtilegt. Elvíra síðan með sendinguna inn að markinu. Það er ná að hreinsa þetta frá. Og út af frábærlega spilað hjá Skagaliðinu. Það er einhver ferskur blær í gangi hérna. Þetta geggja veður, allavega hér. Ég veit ekki með annar staðar á landinu en það er ekkert appelsínugull hér, heldur bara mestalagi heiðgult og það er ekki viðvörunin, það er bara þessi fallegi litur á búningnum. Bryndís Júlíana gerir þetta frábærlega, kemst fram hjá Rokka hérna, nær fyrirgjöfinni eða hvað, nei, þetta er óvinnalega. Margrét sópar þetta upp. Driscoll nær ekki að koma boltanum hann tilbaka og bara þessi hápressa hjá Skagaliðinu er að virka ótrúlega vel. Júlíana fær hann hérna upp í hornið. Rokka pressar á hana. Og Júlíana Páletti vinnur hornspyrnu fyrir IA. Kemur Sunna með hornspyrnuna. Fullt af gulum treyjum, minnst þess að það séu fleiri í teignum frekar en hitt. Yfir á Fjær. Mattisson í baráttunni, boltinn dettur í teignum og aukaspyrna dæmd. Ein úr IA-liðinu sem liggur hérna eftir. Tómas Mægir hefur séð eitthvað hérna. Hvaða var? Sýndist að vera Júlíana Páletti sem var hérna í baráttunni. Þetta er... Nei, byrju við, hann hefur bara stöðva leikinn. Höfum mest að ræða.
já, er það Skagalið sem bara með boltan. Já, Erla Caritas reynir að fara bara beint í sókn. Þetta sér maður nú svo sem ekki oft. Það nú oftar en ekki hefði IR bara verið búið að sparka boltanum. Það kannski einhver áherslu breyting í þessari reglu, eins og svo mörgum öðrum. Elvíra langan fram. Þessi sending beint á Önnu Sandra. Kemur hún á Essung. Tapar boltanum. Erna Björt vinnur hann. Erna Björt út á Júlíönu. Júlíana sterk hérna, reynir að finna Elvíru, gengur ekki. O'Driscoll vinnur hann í boltan. En innkast. Dagbjörn fær hann hérna upp við endamörk, en fín vörn hérna hjá Rocha. Susan Sofía Palma Rocha. Hún spila hjá IR síðan 2020. En kom upp í gegnum yngurflokkarstarfi á HK og síðan HK Víkingur. Sandra býtur nú við þetta. Þetta leit nú ekki alveg nógu vel út þarna. Þessi líkamstjáning hjá Dagbjörtu Guðmundsdóttur. Hún svona satt eftir. Hún eitthvað finnur fyrir einhver í hnénu. Vinstra hnénu. Vonum að það sé nú ekki alvarlegt. Nýlega komin úr mjög erfiðum með hnémeiðslum. Það ekkert mikið erfiðari en krossbandaslitt. En þetta skot aftur fyrir Kilín. Sparkar þessu langt á Júlíönu. Tekur hann vel niður, Bryndís síðan. Reynir að stinga þessu í áttamarkinu. Það finnir baka á Margréti. Hún finnir síðan Önnu. Anja kemur það fram. Essung. Eftir á Önnu. Og Driscoll hér. Tilbaka á Sofíu. Þetta tilbaka á Essung. Að komast nýtt áleiðis. Vörnin vel skipulögð hjá Skaganum í dag. Hendi dæmt hér á Söndru. Bryndís með langan fram, skalla frá á Lovísu út til hægri, Sigríður Dröfn. Kemst ekki áleiðis, kemur langur bolti fram á Bertu. Svona Skagalið vinnur. Og boltin tilbaka á Kilín. Sending út úr vörninni. Isabella út til hægri og Berta. Sendingun inn á teginn. Vörnin að sjá við þessu. Erla Caritas. Selma. Þetta ágætlega leyst. Sunna tilbaka á Bryndísi. Hún á Önnu. Önnu séð með langan fram. Selma tekur þetta niður. Finnur Sunnu. Sunna nær að snúa. Isabella í bakinu á henni. Sunna með síðan langan bolta hérna yfir til hægri. Frábær sending frá henni á Júlíönu. Júlíana leggur hann út á Dagbjörn með skoti rétt yfir. Frábær sókn hjá Skagaliðinu.
Þessi var nú alltaf á leiðin yfir en ekkert svo langt. Kast sem að Skagalegur fær. Júlíana reynir að finna Ernu Björn snögglega. Gekki pressa þarna. Júlíana Páletti vantar ekki vinnu síðferðið. Það er klárt. Hún er komin heim til að vinna fyrir kaupinu sinni, það er klárt. Það er alltaf hressandi að sjá. Sofía með innkastið. Júlíana blokkar það. Kemur hún á Ernu Björn. Erna Björn síðan virtist með að toga í treyjuna hennar þarna fyrst. Brýtur síðan af sér. Og það er ekki alltaf fyrsta broti sem að færa refsinguna. Það er vel gert hjá Elvíru hérna. Það er bara, Skagaliðið er bara á undan í þetta, í boltana, meira á tánum. Liðið ekki alveg mættar til leiks hér ennþá. Við kvörtum svo sem ekkert undan því. Heimamenn. Magnússon tilbaka á Khalil. Khalil undir pressu, lyftir þessu út til vinstri, Páll róleg, Selma. Tilbaka á Önnu, Anna, háan og langan, fram, Sunna, tekur frákast þarna, gengur ekki. Að reyna Ýringar. Nálgast, en þessi sending lesin á Selmu Dögg. Selma á Kæju. Sunna snýr, langur yfir til hægri. Þannig eru Júlíana og Sofía Rocha í baráttunni og Júlíana dæmd brotleg. Sandra tilbaka á Önju, Esjún, Lovísa, langur í áttina á Driscoll, Mattisson bara turn þarna í vörninni. Þessi sendir frá Júlíana ekki alveg nógu nákvæm, fær boltan til sín aftur. Og aftur ónákvæm sending frá henni og boltinn hrekkur enn til Skagaliðsins, Bryndís. Sendingin aðeins og laus þarna. Þá kemur Sigríður. Selma Dögg Þorsteinsdóttir gerir þetta frábærlega. Veður ekkert svo glatt í gegnum hana. Selma lyftir þessu fram á við, Dagbjörn fær hann til sín aftur. Sendir hann inn fyrir á Sunnu. Sunna kemur honum yfir á hægri fótinn, nær fyrirgjöfinni. Júlíana skallar þetta aftur inn á svæði. Dagbjörn var þarna, hún lúrði þarna fyrir aftan Söndru Dögg sem að nær að koma boltanum frá. Og það er innkast upp í hotfónan þarna. Elvíra tekur sér tíma. Júlíönu sem að skallar hann áfram. Sandra nær ekki að hreinsa þetta langt. Esjún sparkar þessu nú upp í loft, sýndist mér, en það látið ótalið, það hafði ekki mikil áhrif á flugboltans. Anna Þóra á Selmu. Selma af með sér hann, en boltinn hrekkur til Bryndísar. Bryndís síðan lyftir þessu inn fyrir, skallar frá.
Það er það Isabella, sendi ekki frá henni beint af Madison. Madison fer á stað. Vel lesið hjá Sofíu Rocha, Súsönnu Sofíu Rocha, og hún nálgast hérna teginn. Berta Sóley, Susanna aftur og Júlíana vinnur vel tilbaka. Og hornspyrna sem að IR fær hér. Þetta er ekki bara fyrsta hornspyrna Eyringa eftir 32 mínútur. Ég sé ekki að fara með rangt mál hérna. Hornspyrnan, þetta er vel út í teginn. Boltinn laus, Dagbjörn skallar þetta síðan frá beint á Esjún hérna. Dagbjörn pressar vel á hana og kemur þessu frá. Eyringar ennþá með boltann, Esjún að komast hérna upp í hornið. Selma Dögg mætt þar. Linda Esjún við það að finna Isabellu hérna og það er hornspyrna. Önnur hornspyrna, IR að ná að setja smá pressu á Skali hérna. Það er um 12 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Sjáum hérna varamannabekkin hjá Já, þetta sé, myndi kallast tegi tvist. Það var á leikvöldana hérna í gamla daga, þetta geta talist sem slíkt. En það er að hita upp hérna ungur varamannabekkur Skagaliðsins. Salka, Kolfinna, Lilja Björk, Bríet, Telma og Mattea og Vala María. Við erum að tala um 2 2008 módel, 2 2007 módel, 1 2006 og 1 2005. Það er varamannabekkurinn hjá IA. Þannig að sé haldið rétt á spöðunum hérna hvernig megin hjá IA, þá er framtíðin björt. Erla Caritas nær að komast hérna inn fyrir Rocha. Sendingin fyrir, skalla frá. Erla Caritas vinnur hann. Setur Bryndís með hann inn á fjær og Júlíana Páletti við það að ná að reka hausinn í þetta. Hún er að skipta um kant hérna, Júlíana og Erla Caritas. Þarna mátti mjög litlu muna að Júlíana myndi bæta við öðru marki sínu hérna og öðru marki IA. Sunna. Það er á Dagbjörn nær að halda þessum við illan leik hérna. Finnur Sunna tekur hérna réttan snúning. Erna Björn sem er skotið, Margrét Ver. Skagaliðið að minna á sér núna. Langar að ná sér í fleiri mörk hérna. Með hvernig deildin er að spilast, þá held ég að markatala gæti komið til með að gilda helling hérna í lok móts. Þar er Fram nú þegar komið í nokkuð góð mál. Þær byrjuðu náttúrulega mótið á 8-2 sigri gegn IR einmitt. Og hlóðu vel í markabankan þar. HK einnig eftir stóran sigur gegn Fjarðabyggð Hetti Leikni 6-1 í þar síðustu umferð. Að öðru leyti hafa þessi leikir, þetta eru einu leikirnir sem hafa endað með meira en 2 marka sigri. Og það er svona kannski til marks hvernig þetta hefur jafnast. Í gamla daga þá tíðkaðist nú ansi oft svona risa sigrar, meiri segja í þessari næst efstu deild kvenna. En það er nánast úr sögunni. Þá kemur Skagaliðið, Júlíana. Það er ekki fyrir gjöfni, boltinn hrekkur út á Bryndísi. Bryndís lyftur honum fram á Erlu Caritas, nær að taka niður, leggur hann tilbaka á Elvíru. Elvíra aðþrengt, nær ekki valdi á boltanum. Og Linda Esjún sendir hann fram á við. Mattisson fyrir hann upp. Anna Þóra
út til vinstri. Selma á Dagbjörtu. Dagbjört nær að halda þessum. Sunna Rún. Hann að lyfta honum hérna yfir. Hún hefur hennar fótinn í þetta. Hún hefur fótinn í þessar sendingar. Sunna geggjuð í þessu. Hún sé unga árum. Bara að útskrifast úr 10. bekk bara í dag. Og það er 3 sem eru í leikmannahópnum. Það er fróðlegt að fylgjast með þeim í framtíðinni, ekki nokkuð spurning. Elvíra á Sunnu. Sunna tilbaka á Elvíra aftur. Elvíra síðan reynir fyrir gjöfina, vinnur hornspyrnuna. Boltinn af Lindu Esjún og aftur fyrir. Sunna. Það hefur skapast hætta úr þessum hornspyrnum hingað til. Yfir á fjær og það er Júlíana Páletti. Hún er að finna þér þarna á fjærstönginni. En skallinn máttlaus vel framhjá. Koma Ýringar. Anna Þóra stoppar þetta. Isabella gerir þetta vel, kemur boltan inn á tegin en beint í fangið á Kilill Kesvar. Ekki í vandræðum með þetta. Næsti leikur í beinni útsendingu hjá okkur er Kári IH, fimmtudaginn 13. júní. Og næsti kvennaleikur hérna heima er gegn HK föstudaginn 14. júní og svo styttist náttúrulega í uppskeri átíðina hjá okkur. Þetta er risa útsendingin okkar frá Norðurálsmótinu. Alla 3 dagana, föstudag, laugardag, sunnudag verðum við með marathón útsendingar frá einum vellinum frá Norðurálsmótinu. Það er einstaklega skemmtilegt verkefni á hverju ári. En ÍR konur ná bara ekki að opna skaganliðið. Júlíana Erna Björt er rangstæð aftur hér. Já, Önnu Þóru, vörnin hjá Skaganum hefur bara haldið bara lygilega vel í allan dag og kannski hefur notið góðs líka af bara góðri hápressu sem hefur verið að virka vel og boltinn hefur verið að vinnast mjög vel á vellinum en það þarf að halda fókus Erna Björt út á Júlíönu. Koma fullt af gulum treyjum hérna fram á við. Bryndís reynir að finna Sunnu Rún, gengur ekki. Var rangstæð sýndist mér þetta mati aðstoðardómarans en náði ekki til boltans þannig að það var ekki dæmt.
Íringar koma boltanum frá. Það getur stöðu hérna, Berta. Snýr við, finnur O'Driscoll sem nær ekki valda boltanum. Boltinn berst á endanum til Kirill. Ég veit ekki hvað maður að segja. Ég myndi halda að miða við svona yfirburði Skagaliðsins í þessum fyrri hálfleik þá myndi Skarphéðinn Magnússon þjálfari, hann hefði viljað sjá fleiri mörk, ímyndaði mér. Það er svona kannski að svona hvað maður að segja, koma þessum góðu stöðum í góð færi og góðum færum séðan í mörk. Því að ÍR-liðið er sýnd veiðin ekki geim, eins og einhver hefði sagt hérna í gamla daga. Og kemur aukaspyrnan. Lár bolti beint á Dagbjörtu sem að hrekkur færan til sín aftur þarna. Langur bolti fram. Þessu nær að komast í boltan en Selma reynsar þetta séðan frá. Berta Sóley Sigtríðsdóttir og Linda Esjón eru markahæstar ÍR-liðsins með 2 mörk hvor. Og Skagaliðið er í smá vandræðum hérna núna. Það er ná að þjarma vel að þeim undir lok fyrri hálfleiksins. En Skagaliðið vinnur boltan. Sunna reynir að finna Erlu Karítas, fær boltinn til sín aftur, Bryndís síðan. Dagbjört út á Júlíana, Erna Björt með flugbraut hérna fyrir framan sig. Erna Björt, en farið í hana hér og brot dæmt. Lovísa braut á henni hana og Skagaliðið fær aukaspyrnu hérna á stórhættulegum stað. Erla Karítas Jóhannesdóttir hins vegar er markahæst Skagaliðsins í sumar með 3 mörk. Erna Björt með 2 og Sunna Rún 1. Sunna hér með aukaspyrnuna yfir á fjær. Það er Erna Björt sem skallar en vill fá hornspyrnu á þetta en fær ekki. Þá er fyrri hálfleikur liðinn, venjulegu leiktími þar að segja og Tómas Mæger búinn að líta á klukku sína. Einu sinni myndi nú ekki halda að væri miklu bætt við hér, mestalagi mínútunni. Linda Kesjón hérna afþreng, Bryndís vinnur boltan í samvinnu við Júlíönu. Júlíönu meðan boltan inn á teiginn. Núna litla hann fá hann til sín aftur þarna. Sandra. Ég myndi halda að þjálfari ÍR-inga Þorleifur geti bara verið í rauninni svona ánægður það sem að ég myndi halda að hann taki jákvætt út úr þessum fyrri hálfleik er einmitt að Skagaliðið sé ekki með meiri forystu og því að ÍR-liðið er alveg líklegt inn á milli eins og hér til dæmis. Mattisson gerir vel og þá er flautað til hálfleiksins, staðan 1-0. Júlíana Marí Páletti með mark Skagaliðsins í 16. mínútu. Og þar við situr Skagaliðið með verðskulda forystu hér en já, ég ætla að segja bara, ég er nokkuð viss um að 1 mark í forystu dugir ekki gegn þessu ÍR-liði
allavega væri svona fífldiska að treysta á það. En við tökum okkur hlé hérna eins og aðrir og komum aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, komið sæl aftur. Skagalið að detta í hús. Og Ólmar að byrja. Greinilega það virðist ekki vera nein breyting hjá Skagaliðinu í hálfleik. Það er Kirill Kesvar sem í markinu og í miðri vörnin eru Anna Þóra og Mattisson. Vinstri bakvörður Selma Dögg og hægri bakvörður Elvíra Agla. Hinn á miðjunni eru þær Bryndís Rún, Dagbjört og Sunna Rún. Og fremstu þrjár eru Júlíana Páletti, Erla Björt Elíasdóttir og Erla Karítas Jóhannesdóttir. Og þær ætla bara að halda áfram. Slakar þetta á hér, Aldís Silva lemur þar áfram hér. Og ÍR-liðið fylgir hér fast á eftir. Svona fyrir þá sem hafa gaman af svoleiðis staðreyndum, hún er mjög þarflaus en þetta er útsending númer 408 á ÍR TV í sögunni. Síðan við hófum útsendingar í október 2016. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar. Og þetta er hvað? 67. kvennaleikur sem við sýnum. Eins og ég segi, þessar staðreyndir skipta ekkert endilega öllu máli. Kannski er einhverju gaman að þessu. Sýnist á öllu að liðin sé að mæta óbreytt til síðara hálfleiksins. Ef svo er, þá er liðið hjá ÍR þannig skipað að í markinu er Margrét Ósk Borgþórsdóttir, aðri leikmenn eru Sandra Dögg, Linda Esjón, Sigríður Dröfn, Lovísa Guðrún, Berta Sóley, Michelle Elizabeth O'Driscoll, Susanna Sofía Palma Roja, Erin Amy Longston, Anja Ísis Brown og Isabella Eiríksdóttir Hjaltiste. Dómari ennþá Tómas Mæger, aðstoðardómara Sigurbaldur Frímannsson og Finnbogi Karl Andersson. Það er ÍR sem að hefur leik hér í síðari hálfleik og allt að verða klárt og þá bara fer þetta í gang. Það er gaman að sjá hvort að Þorleifur þjálfari Íringa hafi eitthvað náð að berja í þær svona smá meiri krafti og fínpúsaði eitthvað. Hann gekk illa lengst af að opna Skagalið og Skagaliðinu hins vegar svona tókst að ógna marki ÍR þó ekki með mikið á opnum færum. Það var í rauninni það sem vantaði að ná að svona nýta betur, að komast í betri færi, vinna boltan ofalega á vellinum og þær eru að gera það aftur. Hér kemur aukaspyrna frá Sunnu Rún. Sunna með boltan inn á miðjan teginn. Júlíana Páletti nær skallanum en hann er laus og Margrét Ósk hirðir boltan. Langan bolta fram, Elvíra skallar hann á Dagbjörtu. Dagbjört séðan lyftur honum upp í hornið. En Anja Ísis setur boltan út af. Elvíra kastar inn á Júlíunu sem er nær að koma honum áfram en Íringar í smá vandræðum að koma sér frá en gera það hér.
Selma Dögg. Fastan tilbaka á Khalil með vinstri hérna á Bryndísi sem finnur Selmu en Selma nær ekki að halda þessi ná. Gert hjá Selmu enn einu sinni. Þetta Caritas á Mattisson. Boltinn rekkur tilbaka á Khalil með hann langan núna fram hérna á Júlíönu Páletti. Leggur hann tilbaka á Sunnu. Mattisson á Önnu Þóru. Anna Þóra með hann langan fram undir pressu Sandra. Tekur hann niður. Það betra hjá ÍR hérna í byrjun síðari hálfleiks. Það er þær sem að vinna boltan hérna á vallarhelmingi ÍA. Vel gert hjá Bryndísi, vinnur boltan hérna á Ódreiskól á hættulegum stað. Kast þetta á Elvíru. Nær ekki að finna samherja samt. Elvíra fær boltan til sín aftur. Boltan hrekkur síðan af Ýringum og út af. Jakast hérna fram hægri kantinn. Þetta er ein leið til þess að byggja upp sóknarleik hérna. Það er að vinna innkast með jöfnu millibili alla leiðina. Dagbjört. Hún hérna upp á hornfána, vinnur hornspilnu. Vel gert hjá Dagbjörtu. Þannig er það Sunna Rún sem að tekur spilnundar hérna frá hægri. Boltinn inn á teiginn, Selma í baráttunni, boltinn hrekkur út úr teignum. Ég nær að koma aftur frá Elvíra síðan hérna á Dagbjörtu sem að missi boltan frá sér. Spurningum að fórna sér í eitt gult hér. Frábærlega gert þarna hjá Sigríði Dröfn. Finnur Ísabellu. Frábærlega spilað en vörnin. Sjáum hérna Erla Caritas Jóhannesdóttir að vinna hérna frábærlega tilbaka. Steig hérna Michelle O'Driscoll út. Khalil með spilnuna fram á við á Erlu Björk. Ég enn að vinna boltan. Selma er ekki valda boltanum. Erin Langsten. Vel lesið hjá Önnu Þóru. Boltinn sendingin hennar beint á Söndru. Gengur aðeins verð hjá núna hjá Skagaliðinu að tengja sendingar. Júlíana vinnur boltan hérna frekar auðvitað. Sendingin ekki nákvæm. Kemur langur bolti sem er á Sigríði Dröfn sem er dæmd rangstæðan. Selma á Sunnu. Undir pakka á Önnu Þóru. Nú er að kannski að halda hans í boltan. Tengja saman sendingar. Sunna Rún að finna sér svæði hérna fram á Júlíönu. 3 treyjur í teignum. Gular þar að segja. En fín vörn þannig á Susannu Rokka. Það er Júlíana Páletti sem ætlar að taka þetta innkast sjálf hér. Neglir sinn á teiginn yfir Erlu Björk. Reynsa frá Selma Dögg skallan hérna út til vinstri. Það er Erla Caritas. Háan yfir á fjær Erla Björk í barkinu og Júlíana Páletti líka
nær ekki að stýra svo markið. Enn og eftir ágæti stöður en við náum ekki að skapa almennilega hætt úr því. Sendinguna fram á við, Anna Þóra les þetta, finnur Sunnu, Sunna lyftir þessu upp í hægra hornið en smá misskilningur þarna. Það er markspyrna sem ÍR-liðið fær. Sending frá Önnu þarna beint á Júlíönu, Erna Björk missir hann síðan frá sér. Þarna enn og aftur fínasta staða sem við komumst í en eða Skagaliðið komst í þar að segja. Á þess að ná að mynda úr því almennilegt færi. Anna Þóra á Dagbjörtu. Það eru nýlegar fréttir hérna frá körfuknattleiksfélagi ÍA. Það var verið að tilkynna það rétt í þessu að Óskar Þór Þorsteinsson hafi verið ráðinn sem þjálfari meistaraflokks karla. Og Óskar sem uppalinn hjá Stjörnunni í Garðabæ en hefur undanfarið náð þjálfað hjá Þór og Akureyri. Khalil kemur út í markinu, þetta er stór hætta. O'Driscoll og Khalil nær að þrýsta henni þarna frá boltinn yfir á Ísabellu. Ísabella í skoti henni yfir markið. Khalil víðs fjarri en byrjuð þeir fer þetta af varnarmanni. En við óskum körfuknattleiksfélaginu og Óskari til hamingju með hennar samning. Og vonum að hann verði farsæll í starfi. Tekur við ágætis búi af Nebojša Knežević sem að við þökkum fyrir hans framlag. Óskum honum góðs gengis þar sem að í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Sérstaklega ljúfur drengur og góður þjálfari, leyfum mér að segja. En þetta var ákaflega skrítið allt saman. En ÍR-ingar fá hornspyrnuna, Khalil slær þetta út í teiginn, boltinn síðan skallaður framhjá af sýndist að vera Lovísa Guðrún. Sem að Khalil Kesvar andar léttar hérna. Þetta Ísabella sett hann hérna yfir markið úr þessu skoti. Lovísa hreinsar þessu beint á Sunnu Rún. Sunna nær ekki að standa og reyndi en Linda Esjún brýtur á henni. Svo sem talandi undirritun samninga ein af frábærlega skotið var þetta O'Driscoll sýndist mér og Khalil Kesvan er að verja hann þarna upp í samskiptunum. En eins og ég sagði á hann því miður erum við ekki að ná að sína þetta aftur en fólk sem horfir á þetta á YouTube getur náttúrulega alltaf spólað tilbaka sjálft og hort aftur en já, ég var að tala undirritun samninga. Sunna Rún Sigurðardóttir, leikmaður nr. 18 hérna hjá ÍA, gerði á dögunum 2 ára samning við ÍA sem er alltaf gríðarlega mikilvægt fyrir ÍA að binda hana í samning þar sem að það er bara nokkuð vitamál að stóru liðin hafa alveg augun á henni. Gríðarlegt efni á ferðinu auðvitað en hefur ÍA hjartað alveg hreint út í gegn eins og hennar fólk auðvitað allt sem er alveg kostur í nútíma fótbolta, segi ég.
Longsten með innkastið. Ég virðist vera að fá svona pínu sjálfstraust, meira sjálfstraust, koma með meira sjálfstraust í þannig að síðara hálfleik 10 mínútur liðnar. Verið að gera tilbúna skiptingu, sýnist mér á varamannabekknum. Sýnist þetta að vera Vala María Sturludóttir. Svona úr fjarlægð. Já, þetta er hún. Kemur Dagbjörn, spurning hvort að það er einmitt Dagbjörn sem kemur að velli. Kemur ekki á óvart. Erna Björn, tilbaka á Bryndísi. Bryndís er að finna Erlu Karítas, gengur ekki. Erlu Karítas skiptir yfir til hægri. Nær ekki að finna Júlíönu. Einn liggur hérna, Longsten liggur, heldur öxlinn á sér. Og Tómas Mæjer ákveður að stöðva leikinn og þá er klárt í skiptingu hjá IA. Það er Vala María Sturludóttir sem er að koma inn á. Hver er það sem að mun víkja? Er það Júlíana Páletti? Hún allavega, mér sýnist það. Já, það er Júlíana Páletti sem að kemur að velli. Markaskorarinn kom IA yfir á 16. mínútu og Vala María Sturludóttir kemur bara inn á hægri kantinn. Bara hefur nú leyst þá stöðu iðulega, þó að hún hafi verið svona í vetrarleikjunum mikið spilað í bakverðinum. Þá þekkjum við hana alveg í þessari stöðu frá fyrri árum. Svona ávölum. Hanna. Linda Essin. Vinnur önnubóltan. Sandra. Driscoll leggur hann tilbaka, sem kemur sendingin fram. Vala María vinnur hann. Vinnur innkast. Held ég. Það sé já, skæðin á þetta. Já, Longsten. Er Longsten kominn aftur inn á. Gott að sjá. Erna Björk reikinn tilbaka, vinnur innkast samt. Sjá hvað þessi skipting breytir. Júlíana var kraftmikil í fyrri hálfleiknum, svona minna búin að láta sig kveða í síðari hálfleiknum. Vala María náttúrulega kemur á vanalega með mikla orku með sér inn á. Og hér er aukaspyrna dæmd út á hliðarlínu. Sunna Rún tekur spyrnuna sem fyrr inn á teiginn. Boltinn dettur fyrir Ernu Björk sem er dæmd rangstæð. En Margrét varði nú engan síður frá henni þarna úr dauðafæri. Það var nokkuð tæft. Tæp þarna. Sandra kemur þessu á Bertu, hann leggur hann tilbaka á Söndru aftur. Anja út á Súsanu. Berta tilbaka aftur á Súsanu. Ráka á Lindu Essin. Innkast sem að Íringa fá. Driscoll hérna, setja hann yfir á Ísabellu. Boltinn í gegn en beint í hendurnar á Khalil Keshwar.
pukkinn. Sandra vel gert hjá Elvíru. Elvíra lyftir þessu síðan inn á teginn, aðeins og innanlega fyrir Kæju. Margrét vel vakandi þarna. Kemur út úr markinu og handsama boltan. Og þá Sandra fyrirliði Bjarnadóttir lögst í völlinn. Einhver meiðsl. Sandra uppalinn ÍR-ingur. Hún spila alls 226 leiki í öllum flokkum. Það ekkert smáræði. Og þar af 109 í næstefstu deild. Og alltaf með ÍR eða tengdum ÍR. sem er í samstarfi við KR eða Fylki eða það alltaf verið ÍR. Hún líður best í Breiðholtinu klárar greinilega Söndru Dögg Bjarnadóttur fyrirliða. En nú staðan á fætur. Hvort hún er að halda áfram veit ég ekki. Tæpur hálftími eftir af þessum leik. Staðan ennþá bara 1-0 fyrir Skagaliðið. Ég er aldrei sérstaklega í rónni þegar þetta er staðan. Sérstaklega á móti liði sem að bara getur alveg skora mörk og stendur vel í og spila vel. Það er eins og hefur gert þetta sérstaklega í síðari hálfleiknum. En enn sem komið þá heldur Skagavörnin. Þetta Kardas gerir vel. Boltinn best á Sunnu Rún. Sunna með völu fyrir fram að sig hérna hægra megin. Kemur boltan á hana núna. Vala séð með boltan fyrir markið. Lovísa skallar frá. Aftur á Völu Maríu. En vörnin gerir vel. Anja kemur með hann hérna út úr vörninni. Það er gert hjá Mattísson. Bryndís skiptir yfir á Kæju. Selma Dögg kemur utan á hana. Kannski aðeins ótímabær sending þarna. Lovísa er á undan. Snögg sending frá henni. Selma á Dagbjörtu. Spurning hvort að Selma átti bara að prófa að skjóta bara hann í fyrsta. Þetta marka grækina stundum í varnarmennina. Það verður að fara að viðurkennast. Það er kannski að svona fengi að vita af manneskjunni hann fyrir aftan sig. Vala á Dagbjörtu. Dagbjört. Gerir vel hérna. Linda Esjún vinnur vel tilbaka. Svo kommer tilbaka á Margréti. Pressa á Elvíru. Vinnur innkast. Elvíra kastar upp í hornið. Dagbjört ætlar að reyna að skýla þessum bara í horn og vinnur horn. Spurning hvort við fáum ekki bara mark úr þessu horni. Það væri voða vel þegið. Sérstaklega í fyrrjálfum náður að skapa töluvera hættu úr hornunum hann frá hægri. Sunna Rún yfirlega með sendingarnar yfir á fjær. Sunna inn á miðjan teginn, boltinn dettur í teignum og Margrét þarf að taka bara á tölvöru af því sem hún á og til að verja þetta. Margrét Ósk upprunalega frá Sauðárkróki, hóf sinn knattspyrnuferill
með Tindastóli. Það nú fljót sagður upprunni flestra kvenna uppaldar hjá IA að undanskildum erlendum leikmönnum. Og ég segi, geri önnur lið betur. Þetta allt og sjaldséð í fótboltanum í dag, að mínu viti. Og það þarf á engan hátt að endurspegla skoðanir IA TV eða Íþróttabandalagsins, heldur bara þetta mínar eigin. Önnur skipting að vera klár hjá IA. Lilja Björk Unnarsdóttir sýnist mér vera að gera sig klára að koma inn á. Þá kemur skiptingin, Lilja Björk kemur væntanlega inn á fyrir Dagbjörtu Guðmundsdóttir sýnist mér. Já, Dagbjört Líf Guðmundsdóttir að fara að velli og Lilja Björk Unnarsdóttir að koma í hennar stað númer 17. Lilja Björk með eitraðan vinstri fót. Það eitthvað við vinstri fætur, sko, þeir eru oft virðast einhver hluta vegna eitraðari heldur en hægri fætur. Það merkilegt. Geta kannski einhverjir fræðingar upplýst betur það en ég. Af hverju það eða hvort það bara tilviljun. En allavega, Lilja Björk komin inn á. Þannig aðeins meiri ákveð í þetta, 20 mínútur eftir og liðið vill meira. Liðin hafa skipst á eins og ég kom inn á hérna fyrir í útsendingunni, hafa skipst á að vinna síðustu leiki. Skagaliðið vann hérna í vetur, febrúar í Lengjubikarnum 2-0. Frábærlega gert hér Bryndís út á Erlu Karitas. Erla Karitas tekur skærin, fer á hægri, nær að koma honum aftur á Bryndísi en vörnin gerir vel. Ótrískól leggur hann tilbaka, Sigríður upp í hægra hornið en það Anna Þóra sem að lesa það, kemur hún á Selmu, hún á Kæju. Erla Karitas á Lilju Björk. Lilja Björk gerir þetta vel, tilbaka á Sunnu. Sunna, Vala tekur hlaupið upp í hornið, nær hún þessum. Já, auðvitað nær hún þessum. Leggur hún tilbaka á Elvíru. Elvíra með hann í fyrsta, inn á teginn Lovísa, hreinsa frá. Og Linda Esjún nær frákastinum. Ótrískól sendingin frá henni Ætlu Bertu Sóleyju ekki nógu góð. Lilja vinnur hann fyrir IA. Sendir hann út af henni. Michelle Elisabeth O'Driscoll að spila sitt fyrsta tímabil á Íslandi. Þetta bara hennar 4. leikur. Kemur
fram Erna Björk á síðustu snertingu þarna, eða hvað? Nei. Það íringur að mati dómarana. Elvíra tekur yngasti. Lilja með boltan yfir á fjær og Erla Karítas nær ekki að taka niður. Geggjusending, bara blint hana. Erla Karítas setur hann inn á teginn. Erna Björk í árásina og það var hornspyrna dæmd. Hárrétt dæmt sýndist mér þarna. Þannig að Ísis Brán ekki alveg sammála þessu. Þannig að Ísis uppalinn í KR eða KR Gróttu. Kemur hornspyrnan, Kaja, boltinn fellur hér fyrir Elvíru, Elvíra inn að markinu. Vantaði þarna drápseðlið eins og maður segir, bara setja beina rist í þetta. Bomba þess að markið, tvöföld skipting hjá ÍR. Það Berta og Berta Sóley Sigtryggsdóttir og Michelle Elisabeth O'Driscoll að fara af velli. Það bara að skipta út hérna reyninni framherjunum. Þá einhver svona smá tilfærsla. Longsten færi sig hérna framar á völlinn, sýnist mér. Og inn á að koma hér leikmann númer 6, Sara Rós Sveinsdóttir. Og númer 4, Mía Angelique Ramírez. Og Mía Angelique Ramírez kemur í fremstu víglínu þarna, staðsetur sig vinstra megin. Og meðan að Sara Rós kemur hérna niður í. Það virtist vera samskiptavandi þarna. Anna vissi ekki svona hvað hún ætti að gera. Og það gerir í rauninni bara það eina rétta. Bombónum bara þarna út af. Þegar þú ert ekki viss, þá bara, en það vantaði kannski að Kili léti henni almennilega vita hvað hún vildi að hún gerði. Boltinn inn á teginn og Kili í vandræðum. Nær hún að snerta boltan? Nei, hún gerir það ekki. Óverug hérna, Kili Kesvar. Betur fór en á horðist. Kili vill bara fá að sparka þessu langt núna, korter eftir af venjulegum leiktíma. Staðan ennþá 1-0. Það þetta mark Júlíönu Páletti á 16. mínútu sem að skilur liðin að. Hefur ekki verið mikið færi þó hafa íringar komist mjög nálægt í að skora. Erla Karítas missir boltan hér. Boltinn inn á teginn, Ramírez. Og hún fellur við hér, en fín ákefð í vörninni þarna. Vala fram á Ernu Björk. Aftur á Völu. Vala leitar að möguleikum hérna. Nær að halda boltanum hérna. En missir hann síðan frá sér, Lilja Björk. Tilbaka á Elvíru. Elvíra skiptir yfir á Erlu Karítas. Nú var hann fara bara 1 á 1 hérna. Fer yfir á hægri fótinn og finnur skotið en ekki í góðu jafnvægi. Og setur hann yfir og framhjá. Maður hefði viljað sjá hann að fara bara utan á Söru Rós þarna. Og hún færi með hann á vinstri. Lovísa lyftir þessu hérna upp í hægra hornið. Anna Þóra, róleg, Selma Bryndís tilbaka á Mattisson. Mattisson gerir þetta vel fyrir Annu Þóru. Anna á Selmu. Nú vantar að hafa næstu sendingu klára. Það verður miðjan að vera vakandi.
Mattisson. Lilju. Lilja lyftir þessu upp fyrir ágætis hugmynd þarna en Erla Karítas. Þetta er of vinnalega fyrir hana að elta. Gerir það eina rétta hana, hún var búin að missa hana, næli sér í gult spjald hérna. Þetta kallast að taka eitt fyrir liðið. Það væri aukaspyrna hérna. Lovísa með háan inn á teiginn, Mattisson í vandræðum, skallar hann aftur fyrir sig og Kílín sem betur fer vel vakandi þarna og varði þetta, hann veit ekki að því. Brynja tilbaka á Bryndísi, Bryndís lyftir þessu út til hægri, Vala nær að taka með sér eða hvað, já hún gerir það. Susanna Rocha til varnar, Vala María gerir þetta ágætlega, er ennþá með boltan hérna og kemur honum inn að markinu en framhjá. Já, maður svona nokkuð sáttur með að sjá það stutt eftir að leiknum og Skalið er ennþá að pressa hátt. Þær eru ekki að falla í þá gryfju eins og þær hafa stundum gert með einsmarks forystu að freista þess einfaldlega bara að leggjast tilbaka og vona það besta og gera okkur áhorfendum alveg reynd sturlað úr streitu. En Vala gerir þetta vel. Vala með hann inn að markinu. Markið slær hann út. Skot frá Erlu Karítas í varnarmann. Bryndís nær ekki að koma þessu fyrir markið. Sara Rós nær að vera fyrir hana. Og hotspyrna sem að Skagaliðið fær. Sem að Erla Karítas ætlar að taka. Eru þessar fyrirgjafir jafnan sem að hafa náð að skapa hættuna fyrir nýja liðið. Kemur hotspyrna, Margrét slær þetta út í teiginn. Lilja Björk getur nú aldrei skotið að þessu færi, lætur vaða en nær ekki að stýra þessu. Hafði ekki mikinn tíma til þess að athafna sig þarna Lilja Björk, 10 mínútur eftir. Skalið bara pressar á fullu hérna, Erna Björk við það að vinna boltan og Sandra nær að hreinsa þetta frá. Selma Dögg gerir þetta vel, kemur á Bryndísi. Bryndís, Selma kemur utan á. Selma lyftir sinn á teiginn, Lovísa skallar þetta út til hægri. Sara og Sara með fína pressu og Selma fyrir gefi og vinnur innkast. Selma Dögg lyftir þessu inn á teiginn, Sandra tekur hann niður. Sandra út til hægri, Sigríður hérna á miklum spretti. Selma glæsilega gert hjá Selmu Dögg og brotið á henni hér. Sigríður ekki sátt. Það var gert hjá Selmu Dögg hér. Selma sem tekur spyrnuna sjálf.
lyftur honum hérna fram á Lilju Björk sem leggur hann tilbaka á Bryndísi. Bryndís lyftur þessu inn fyrir á Völu. Er þetta óvinnalega? Nei, Vala nær þessum. Vala með hann fyrir, boltinn yfir á fjær. Sara hreinsar í Erlu Karítas og aftur fyrir beinskeitt hjá Skagaliðinu. En vantar samt þetta annað mark. Lovísa langt og fram. Mattisson frábærlega gert hjá henni, finnur Selmu hérna úti. Lilja reynir hælspyrnu, gengur ekki, frábærlega gert hjá Lilju nær að snúa hérna. Sendingin á Erlu Karítas. Aftur tilbaka á Selmu Dögg. Selma, Mattisson lyftir þessu fram á við, Sara skallar hann fram. Sandra tekur við honum. Sandra á Lindu. Esjón á Ramírez reynir að koma honum aftur inn á Lindu þarna, gekk ekki. Lilja nær að snúa, Lilja meðan síðan fram, Erla Karítas ekki nóg eftir á táknum, virðist vera þarna til þess að taka hennar fullan sprett á fullu. Sunna Rún vinnur hann hér. Reynir að finna Völu, gengur ekki, erfið bolti svo sem. Erna Björk það er að snúa. Sunna, maður eftir henni Sigríður, en Sunna heldur boltanum. Út á Kæju, Kæja séðan með hann fyrir, yfir á fjær, Vala eftir og Margrét slær þennan frá henni og aftur fyrir. Það vantar aldrei orkuna þegar Vala María kemur inn á. Það var alveg hægt að treysta henni til þess að elda þennan bolta og gera Margréti pínu erfitt fyrir. Það er Lilja Björk sem að tekur hornspyrnuna núna hérna, snýr hann inn að markinu. Og það gerist. Lilja með háan fyrir Elvíra. Fyrsta á hann, boltinn hátt í loftu, dettur dauður niður, Elvíra aftur. Boltinn afturlaus og svo kemur skotið frá Sunnu Rún. Sigurðardóttir sem að fagnar útskrift sinni hjá grunnskóla með marki hérna og kemur í 2-0 og Gull tryggir í rauninni sigurinn og 3 stig í sarpinn fyrir Skagaliðið. Nú sé ég rosalega eftir ég hafi ekki sagt það upphátt þegar ég sá að Lilja ætlaði að taka þetta og Sunna kom sér fyrir inn á teiknum, hvort að Sunna myndi þá ekki bara skora. En Sunna Rún að tryggja, já, eins og staðan er akkurat núna. Nú veit ég ekki hvernig staðan er í leik Gróttu og Grindavíkur, en skipting hjá IR. Ísabella kemur að velli og í hennar stað er að koma, myndi ég halda, Mónika Piesliakaite, sem er kallanlega Mónika, bara svona einhver að segja. En já, fari þessi leikur svona sem að virðist vera að Sunna hafi náð að tryggja þeim sigur, þá er Skagaliðið að smella sér á toppinn með 9 stig, svo lengi sem að Grótta sé ekki að vinna sinn. Þetta er Sigrún Mey Sigurjónsdóttir fyrirgefið sem var að koma inn á leikmaður nummer 5. En já, gefum okkur það að svo sem að Grótta vinni nú Grindavík mögulega, en ef að úrslitin eru hagstæð þar þá fer Skagaliðið á toppinn og helst á toppnum. En allavega Skagaliðið að blanda sér í toppbaráttuna og við viljum vera í efri hlutanum frekar en neðri. En sterkur sigur hér við það að vera í Höfn. Kolfinna Jónsdóttir að gera sig klára. Kolfinna Eir Jónsdóttir að gera sig klára á Skagabekknum, sýnist mér. Tílín spillir út til hægri. Það er Vala kemur Sunnu. Sunna tilbaka á Bryndísi sem að kemur með hann langan fram.
Lilja tekur frákastið að einu miður hinn 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Elvíra gerir frábærlega. Ég verð að segja að öðrum ólöstuðum þá hefur Elvíra Agla komið mér, sko ég veit ekki hvort ég á að segja óvart en svona hún hefur verið svona skemmtileg viðbót við liðið hér á þessu tímabili. Erna Björk Elíasdóttir hins vegar stingur upp í mig og setur hann hérna með vinstri fæti fyrir utan vítateig. 3-0. Þetta er bara kirsuberið ofan á rjómann, ofan á kökuna. Og þá koma skiptingar. Thelma Björk Hrafnkelsdóttir sýnist mér og Kolfinna Eir Jónsdóttir að koma inn á. Þá er spurning bara hverjar koma velli. Já, ég ætla að fara að segja, ég ætla að fara að mæra Elvíru Öglu sem hefur bara byrjað þetta tímabil svo einstaklega vel og sem er svo frískandi að sjá. Leikmann, hún er fædd 2005, hefur verið svona í kringum hópinn í kannski 2 ár, er svo bara búin að vinna sér hérna inn byrjunarlið sæti og bara það er ekkert sem að lítur út fyrir að hún muni missa þetta sæti neitt á næstunni. En tvöfaldskipting hjá Erla Karitas og var það, nú misti ég að því hver var hinn sem fór að velli. Það var Elvíra og Thelma og Kolfinna koma í staðinn. Einnig var verið að skipta inn á hjá Dagný Rut Irmstad er komin inn á fyrir ÍR og það var önnur skipting einnig leikmaður nummer 20 Monika Piasliakate. Hún kemur inn í vörnina. Skalið er bara komið með blóð og tennurnar núna. Kolfinna gerir þetta vel, heldur þessi ná. En nú er ég ekki með neitt hérna speking með mér sem að ég vil geta varpað ábyrgðinni yfir á hann eða hana til þess að velja mann leiksins. Og nú lendir á mér sko. Ég það er sem fyrr og Aron í mér hefur nú verið að tala um það í undanförnum útsendingum að það hefur bara verið ansi erfitt að velja af því að liðið er bara, þetta hafa verið svona liðs frammistöður mjög mikið og markaskorurinn að dreifast en ég já, ég er eiginlega kjaftflott. Ég ætla að velja einn af markaskorunum. Búinn að vera sívinnandi í allan þennan leik og eins og svo oft áður mikið af góðum að vinna, unnið mikið af tæklingum, unnið boltan hátt á vellinum, margar heppnaðar sendingar, fallegar sendingar, eitt fallegt mark. Sunna Rún Sigurðardóttir ætla ég að velja sem mannleiksins í þessum mikilvæga leik hér og þessu mikilvæga sigri, 3-0. Þetta ég bara segja mér að þetta sé bara lokið, þetta er bara spurning um hvað uppbótartíminn verður mikill. Já, ég fór náttúrulega alramt með þetta áðan með fjölda leikja, kvennaleikja sem við höfum sýnt. Ég er bara að sjá það núna. Við höfum sýnt, þetta er leikur númer 92, þetta er 92.
meistaraflokksleikur, kvennaleikurinn sem við sýnum frá upphafi IATV og er 50. sigurinn. Nú ég algjörlega að gefa öllum tölfræði spekúlantum og nördum vel undir fótinn. Við eigum mikið af skemmtulegum upplýsingum. Kominn köttur í ból Bjarnar. Kötturinn í höllinu, það var mikið uppþótt hérna í stúkunni. Það er búið að koma kettinum, ekki fyrir kattarnef heldur, bara hún komin út gæslan, vel á verði. Unglega hreyfing gæslunar og kom kattagrein út. En já, verður spennandi að sjá hvernig leikur Gróttu og Grindavíkur hefur farið, því að Skagaliðið gæti verið á toppi deildarinnar þegar þær leggjast á koddann í kvöld. Ég minni á það að næstu útsendingar eru áætlaðar hjá okkur í næstu viku. Fimmtudaginn eru Káramenn hér, eru Káramenn með heimaleik og eins og þið getið séð á iatv.is, Kári tekur á móti IH á fimmtudaginn og síðan daginn eftir á föstudaginn 14. tekur kvennalið I á móti HK í lengjudeild kvenna. Allar okkar fyrirætlanir, þessi dagskrá okkar er alltaf birt með þeim fyrirvara að okkur takist einlega að manna verkefnin, en við að sjálfsögðu gerum okkar besta við að manna verkefnin. Og auglýsum það þá þegar að það klikkar. En spurning, Tómas Mægir búinn að bæta við hérna einum 4 mínútum eða svo, hérna íringar að sleppa í gegn, en Khalil handsamar þetta og Tómas Mægir flautar til leiksloka. 3-0 sigur Skagaliðsins, staðreynd. Maður var ekkert alveg í rónni fyrir hann alveg í lokin, því að IR var alltaf líklegt. IR mun betri aðilinn í fyrri hálfleik. Júlíana Marí Páletti skoraði á 16. mínútu, síðan voru íringar í rauninni hættulegri og komið ákvæmlega til leiks í síðari hálfleik. En það var Sunna Rún Sigurðardóttir sem tvöfaldaði forystunni á 85. mínútu og síðan Erna Björk Elíasdóttir á þeirri 88. bætti við þriðja markinu. Og þar við situr og Skagalið, ég ætla bara að segja, þær eru á toppnum. Þangað til annað kemur í ljós. Sjálfur ég heiti Örn Arnarsson og ætla að fara að draga mig í hlé, þakka kærlega fyrir áhorfið og ég vil einnig þakka Snorra Kristlefssyni fyrir hans störf á myndavélinni og Ingimar Elvar Ágústsson sem að stjórnaði útsendingunni í nýju græjunum okkar. Gaman að það tókst vel og það er bjart framundan hjá okkur og eins og bara virðist vera bjart framundan í fótbolta á Akranesi. Bara takk kærlega fyrir okkur og þangað til næst, hafið það sem allra best.